Sælt fyrir fólkið og velkomin með mér í Klettur. Nú, við skulum vona að sumarið sé að koma. Ég held að það sé svona, bara rétt á næsta leiti. Skulum rétt vona það. Og það er að byrja sumarfrí og fólk er að fara í ferðalög. Og maður tekur eftir í þegar maður fer hér Austurland að þeir sem eru með þjónustu við ferðamenn, þeir eru svona í starthólunum. Það er alltaf verið klárt. Við sögðum frá því í haust að það urðu eigendaskipti hérna á Hótel Valaskjálf. Nú, félagsheimilið og hótelið, þetta var byggt á sínum tíma af sveitarstjórnum hér á héraði. Sveitarstjórnarmenn þurftu að útheimta bæði svita, blóð og tár til þess að koma þessu hús upp. Nú, síðan kom að því að þessi rekstur gekk ekki og þá fór hann í hendur einkaaðila sem líka gafust upp og það endaði með því að húseignin, bæði hótelið og félagsheimilið komist í hendur banka. Nú, en í haust gerðist það að Þráinn Lárusson, sem undanfarin ár hefur rekið hótel á Hallormsstað, keypti þessar byggingar og hefur síðan unnið að því hörðum höndum að gera breytingar og gera þarna fyrsta flokks hótel og skemmtilegan og fallegan veitingastað. Við skulum kíkja aðeins inn. Við heimsóttum hótelið í vetur og sáum þarna allt í, hvað maður að segja, í steik. Svona tekur Valaskjálf á móttímann í dag. Allt á rúu og stúi. Reyndar var ég búinn að segja ykkur frá því að það er komið nýr eigandi bæði að hótelinu og eins gamla félagsheimilinu, Þráinn okkur Lárusson. Sæll og blessaður. Til hamingju með nýja hótelið. Þakka þér fyrir. Ég sé að þú ert farin að taka þér hendinni. Já, það þýðir ekkert annað. Maður fær ekki gistingu hér í nótt. Nei, þú þurftir alltaf að búa við þröngan kosti og alltaf að gera það. Það er alltaf ekki góðan afbúnað, sko. En vonað verði gott í vor, sko. Búin að hreinsa allt innan úr. Já. Og hvenær opnar hér nýtt hótel? Við erum að reyna að stefna á 1. apríl. Nú er svolítið annað að sjá. Ný teppa á gólfum og allt saman orðið tilbúið til þess að taka við fyrstu gestunum. Og hérna hitti ég hótelstjóran, Sæll og blessaður. Sæll. Til hamingju með nýja hótelið. Þakka þér fyrir. Þakka þér fyrir. Þetta hefur tekist. Sko, ég segi þetta sé að takast. Þetta er svona allt að koma. Þó ég sé nú mjög bjartsýnn, sko. Þá var ég nú svona. En ég skulle segja að það er svarsinni síðustu daga, sko. Þetta er allt að koma og við erum búin að vera opið núna í nokkra daga. Hótelhlutin þar að segja. Þú ert búin að opna hótelið. Já. Það var á föstudaginn var. Já. Fyrstu gestirnir komu bara samdægurs. Já, það var bara iðnaðmenn út eins og alltaf, iðnaðmenn út eina hurð og gestirnir inn aðra, er ekki alltaf svoleiðis. Þetta er íslenski átturinn. Greinilegt að það hefur legið svolítið yfir svona sérstýringunni, litarsamsetningu og öðru slíku. Ertu að gera þetta sjálfur? Já, gera allt sjálfur. Innan hús hönnuðu líka? Ég hef alltaf hannað allt mitt sjálfur. Allt sem ég hef gert hef ég hannað sjálfur. Fékk að vísu svona fína hjálp við hótelið þetta hérna núna. Núverandi hótelstjóri hjá mér, Heiðrún Ágústsdóttir, hún var með svona innanhanda við ýmislegt og ekki segja að það verið svona kvenlega töllið í þessu. Það sem hún sá, sko. Og það er svolítið mismunandi litaáherslur eftir göngum og hæðum. Það er ekki allstaðar sami liturinn, sama sérstýringin. En samt sko ertu að sjá svona sama, sko, eins og þú sér þennan appelsínugula lit sem að sér hérna í stólnum, sko. Þú sér þetta svona víðast hvar allt hótelið og veitingastæðin og raunverulega inn í menningahúsinu líka, sko. Hvernig finnst þér undirtektir vera? Þær eru mjög fínar. Það er hann lítir einst að koma á það að fáið séð þetta. Það var gengið hérna á, eins og ég sagði, ýmsu. Við teppin hérna, þau voru 4 vikum og seint, þannig að ég var búinn að fresta opninu og senda gesti upp á Hallormsstað og því að það er nú gott að eiga 2 hótel þegar maður er í svona. En svo kom 29. maí og þá var ekkert hægt að gera. Við vorum með fullt á öllum stöðum. Og teppið ekki komið og þá var innflytjandinn á teppinu, hann sendi bara hérna gengi og það var lagt teppi hérna á föstudegi, hópinn hleypt inn og hann var rifið af aftur á sunnudegi. og í ruslið, sko, það var ekki notað neitt meira, það var bara á og hent. Svo kom nýja teppið og það var sett á, sko. Þú hefur nú verið orðinn dálítið trektur þá? Þarna var ég orðinn dálítið trektur, ég skal viðurkenna það, sko. Og það er svona ýmislegt annað, það má segja eiginlega að það sem við höfum verið flutt inn á þessu dóti, það hefur ekkert að í staðist, sko. Það er eiginlega búið að vera, ég er nú búinn að gera margt ævina og opna hótel og veitingastaði og skemmtistaði. Ég hef aldrei upplifað eins og ég upplifaði hérna. Þetta var mjög sérstakt, sko.
Það rauninni allt sem fór úrskeiðis, sko. Allt sem gat fara úrskeiðis, eins og ég segi. Ég tek það fram að iðnaðarmennirnir sem hafa verið að vinna þetta, það hins vegar, þeir stóðu sig, sko. Hérna svona hálfgert píanómunstur í teppinu, þetta eitthvað sérstætt á bak við þetta? Nei, sjálfsög ekki, sko. Ég bara rakst á þetta teppi í hérna, á vefsíðu og þetta er sérframleitt og þetta var nú eiginlega hausverkurinn, það gleymdist að setja þetta í gang í Vestmannaeyjum til Frakklandi, sko. Og ég var svo stífur að ég vildi bara þetta og ekkert annað og þess vegna Ekki gerir. Nei, því að ég var einhvern veginn búinn að býta þetta í mig og vildi hafa þetta svona, sko. Og hérna er annað herbergi. Það er aðeins öðruvísi svona litasamsetning. Þetta er náttúrulega lítil herbergi, þetta er gamalt hótel náttúrulega og lítil herbergi og þannig að við, eins og ég var búinn að segja þegar við komst hérna heimsóttum í vetur þá var þetta einhver sko höfuðverkur sem við þurftum að eiga við en sem sagt, í allri hönnun, það er ekkert mál að hanna stór og skemmtilega hótelherbergi en þegar út komin í lítil herbergi þá ertu aftur komin í svona vera mál, sko. Svo er bað hérna og það er bað við öll herbergi. Já. Og þau voru náttúrulega öll tekin og það var, að því við lögðum mósaik inn á það öll, sko, það var ægileg undirbúningsvinna, sko. Svo tekur hér við langur gangur og það er annars samsvarandi hér fyrir neðan okkur og annar beint fyrir ofan. Þannig að þetta er á 3 hæðum. Já. Og útkoman er, hvað færir út fyrir þessu mörg herbergi? Í dag er þetta 39 herbergi. Í dag segirðu, ertu semst að hugsa að stakka við þig að? Eruð ekki hugsuðu ekki alltaf svoleiðis? Er ég bara einn með það? Nei, það er sem ekkert launungamál að ég sé þetta hótel fyrir mér sem 60-70 herbergja hótel, sko. Í tengslum við þetta allt saman. Þetta verður náttúrulega gríðarlega flottar ráðstefnu hótel þegar það verður tilbúið, sko. Þú ert líka með annað gríðarlega flott ráðstefnu hótel inni í Hallormsstað. Já. Ertu ekki komin í samkeppni við sjálfa þig? Nei. Getur kannski samið þá við þráin á Hallormsstað og þráin á Egilsstöðum? Það er erfiðar samningaviðræður en báðir stífir. Já, mjög stífir. Og hótelgarnir og náttúrulega lendum við náttúrulega í því líka, sko, að kaldast í maí í 71 ár, þannig að hér hefur ekki verið hægt að múra húsið utan, sko. Og ekki girðingar eða neitt, það er allt. Það þarf víst að vera komið, sko, það má ekki fara niður fyrir 5 gráður þegar að vera og ég held að fór að einhvern niður 5 gráður í maí, ég held ekki, sko. Hvað sögðu vinur og kunningjar þegar frétta að þú væri búin að kaupa hótel Valaskjálf? Töldu þeir ekki strákinn gersamlega vera að tapa sér? Ég ætla ekki bara að vita að ég væri hálfvitlaus. Ég held að þetta hefði ekkert komið þeim á óvart, sko. Ég held ekki, sko. Það er kannski sagt að það verður ekki á þráin logið? Nei, ég hins vegar verð að taka það fram að ég er mjög hrærður yfir svona móttökonu sem ég fengi hérna í bænum, sko, fyrir þessu. Ég fundi svo mikið hlýhug og jákvæðinni hérna á bænum, bæjarfélaginu, sveitarfélaginu, sko. Það er allir mjög ánægð með að þetta skuli hafa verið gert. Og ég held að þegar ég er búinn að þessu, svona það sem við erum að gera núna, þá held ég að menn muni sjá kannski, þetta verður, ég hef stundur sagt að þetta er drottningin, þetta hótel, hérna á svæðinu, það verður það bara. Hérna eru herbergi til sittbárar handar, þannig að það er stutt fyrir þá sem það. Hér komum til og með að búa að fara svo hér inn á veitingastaði, sem er svona rétt að vera tilbúið. Þú ætlar að opna hann núna helgina, já. Það er okkur vantar ennþá húsgögn og sófa og bekki og borð og allt saman, en þetta er víst allt að koma og þetta á einhvern tíma, þetta verður fínt, sko. Og aftur að hengja upp öll ljósin líka, mjög skemmtilega ljós hérna. Hvenær hugsaðu þér opnun á laugardag og sunnudag? Sunnudaginn. Þú ert líka aðeins búin að taka stóra salinn í gegn í félagsheimiluna, þar sem frægu bölli voru haldin í gamla daga og alla svona meiri háttar samkomur hér og héraði. Ég er búin að þessa upp og hann heldur betur og hefur verið að bjóða upp á svona samkomur. Við sjáum hérna til dæmis myndir frá Hægirðingakvöldi sem var daginn, troðfullt hús. Hvernig hafa undirtektir verið hjá fólkinu hérna heimanóttu? Frábærar bara, mjög góðar. Og auðvitað kannski fór þetta svolítið hægt á stað, en þetta er allt að koma og ég finn það núna að við erum að fá mikið meira fyrirspurnum líka salinn, sko.
bæði heimamenn og svo að sunnan líka. Og auðvitað tekur þetta smá tíma. Ég meina það er sem mikið launungóla eins og með hótelið, við erum að glíma við eldgamla drauga þar sko, og Valaskjólf er ekki efst í TripAdvisor sko. Ekki svona í Nei, guðminn almáttur, það vil bara segjast eins og þetta hótelið alltaf fengi alveg hroðalega útreið. Og við þurfum að vinna það upp og vel bókað í sumar en kannski svona sérstætt að segja frá því að ég held að ef við nánast engin bókun komið á beint á Valaskjólf, heldur þetta allt saman bara yfirflæði frá Hallormsstað þar sem að við er náttúrulega mjög vinsælt hótel og við höfum löngu búin að fylla það sko, og þá höfum við sett hingað niður og þannig náum að fylla þetta. Þú ætla kannski að vinna þennan stað upp með því góða orðspori sem að það er bara þannig, og við vissum allan tíman að það var eini möguleiki. En Þráinn, að við vorum að tala það áðan, svolítið kannski íslenska lagið á þessu, iðnaðarmennirnir fóru út á hótelin og gestirnir komu inn strax á eftir. Það eru iðnaðarmenn hérna að vinna inn á barnum, það er kannski svolítið íslenskt vinnulag líka. Þetta er kláruð þetta fyrir sundaginn? Já. Þetta var svoleiðis hérna í gærkvöldi, sko, við erum að taka hóp í mat hérna inn í salinn. Þess vegna er þessi borð hérna, því þetta á náttúrulega ekki að vera svona, þetta er alltaf aðra innréttingar sem eiga að vera hérna, þetta var bara gert til að bjarga á hópurinn í gær. Og meðan að hópurinn var að borða þá dróst hérna inn flísaleggjarinn sko, og var nánast byrjaður að saga hérna í flísannar hérna í borðblutinni sko, þegar hann var kippt í öxlina á honum og hann var dreginn í burtu sko. Það var gaman að sjá þetta og ég segi bara til hamingju með það sem búið er. En ég veit þú ert að gera meira, ég var að labba hérna niður að svokallari Kleinu. Já. Þú ert að taka yfir halva bæinn sinni sko. Nú þá er ég komin hérna niður að Kleinunni svokölluðu. Það er á móti Kringlunni í Reykjavík, verslunarmiðstöð hérna í miðbæ Egilsstaða. Og fyrir það bíl 2 árum opnaði Þráinn hérna veitingastað Salt. Og Þráinn, þarna varstu svolítið að brjóta í blaði rétt einu sinni, koma með svolítið nýja línu inn í veitingaflóruna hérna á Egilsstöðum. Já, og ég held kannski meina bara á landsvísu, þetta er náttúrulega mjög sérstakur staður, mjög öðruvís en aðri staðir allt land sko. Hvernig er það? Kannski bara samblandi, eins og þú spurði nú í viðtalið tíðan ég var að fara að gera þetta og þá sagði ég að þetta yrði svona kaupfélagi út á landi og þetta geta fengið allt í þessu. Það liggur þetta sé þannig sko, þetta er svona mikil fjölbreytni og svona, þannig að já, þetta er svona eiginlega bara kannski sniðið af þeim þörfum sem við höfum hér, okkur á þessu svæði. Þú byrjaði hérna í hvað, 2 bílum, bættið við glerskála, sunnaná og núna er komið 1, 2, 3 bíl í viðbót. Já. Þetta er sem sagt fengið rífandi góðar viðtökur. Já. Þetta átti alltaf að vera svona upphæð sko. Ég gekk bara svo illa að koma hinum út. En ekki nóg með þetta, þú ert líka að opna ísbúð hérna inn í horninu. Já. Ok. Það vantar hér. Segðu mér Þráinn, hvað eru margir klukkutímar í sólarhringum? Bara fáið síðast ég taldi, eiginlega. Enginn segja það. Og lítur nú að hafa verið dálítið pensóna af og til að undanförnu með allt þetta í takinu og allt svona að detta í opnum. Jó, við skulum alveg segja það. Þetta hefur verið mjög svona dramatískt á köflum sko. Við skal alveg viðurkenna það sko. Þú ert komið jarðhæðina alla hér í þessari álmu fyrir aftan okkur þessu saltið er, komin yfir innganginn og þar með ísbúðina. Þarna á milli er bara áfengis- og tóbaksverslun ríkisins. Á ekki fara að gefa það frjálst? Hvenær kaupirðu það? Á ekki fara að gefa það frjálst? Það ekki. Nú ertu búin að vera stórtækur að undanförnu í framkvæmdum, fasteignakaupum og svo framvegis. Ertu hættur? Ég hætti ofta ári. Það segja börnum mín fyrst að kosti. Þau hlæja alltaf með þegar ég segja að nú er ég hættur. Þá farið bara að hlæja. Nei, ég hef ekki segið þetta farið að vera gott í bili allavega. Á þessu ári? Já. Okay. Svona frekar reiknaði með því. Svona rétt í lokin östutt, er ekkert alltaf mikilvægt fyrir ferðaþjónustuna á Austurlandi að fá beintflug inn á þetta stóra mikla mannvirki Egilsstaðaflugvöll? Þetta var bara löngu komið sko. En þetta er ekki nema bara pólitík sko. Og raunverulega á rútuflugið á Íslandi, það er að segja þessi Evrópuflug sem er að koma bara með ferðamenn sem eru gagnkvæmt að koma hinga og ekkert að fara neitt lengra og verið að ferja svona farþega fram og tilbaka í þotum. Það á að vera löngu farið að Keflavík, löngu farið frá Keflavík. Þetta á alltaf að vera komið hingað. Það er ekki spurning. Ríja rúttum hér. Já, það skiptir engum máli hvað þetta fólk kemur inn á hringinn. Og í staðið þess að standa í sko milljarða framkvæmdum í Keflavík sko, vegna þess að það sé sprungið sko, þá væri hægt að dreifa þessu betur. Og ef það er hægt að gera það hér með því að hækka girðinguna, þá held ég það hljóti að vera fýsilegu kostur.
og þar að ekki eða jörðum í að lagfæra ferðamannastæðinu sem eru orðnir niðurtroðnir á Suðureyri. Tala ekki það. Þetta fjallar semst bara Borgarfjörðinn og hvað alltaf gott að koma heim. Það eiga allir smá fjörð einhvers staðar. Þessi fjörður hann fóstraði mig og fékk mér kennt að meta sig. Heiðursvörðinn fjöll hann stand og tröll. Ég kominn heim. Já, þetta var Borgfirðingurinn Magni Ásgeirsson sem að söng þarna nokkra ljúfa tóna. En ég veit til þess að það verða stór tónleikar í Borgarfirði á laugardagskvöldið. Svokallaðir afmælis tónleikar. Hann er hljómlistamaður sem hefur spilað fyrir dansi í hvorki meira né minna en 45 ár. Ég er stundum verið að stríða karlmönnum í Borgarfirði á því að þar heiti þeir yfirleitt Ásgrímur, ef þeir heita ekki Ásgrímur þá heita þeir Ásgeir, ef þeir heita ekki Ásgeir þá heita þeir jafnvel Ásgrímur Ingi og svo jafnvel Jón Ingi. En ég er grunn að sé verið að æfa fyrir þessa tónleika hérna inn í þessu húsi, ég heyri hljómana og ég er sem að læðast þarna inn og heyra í afmælisbarninu sem er búinn að spila fyrir dansi í 45 ár og hann var 60 á árinu. Það er samt eitt lag sem er dálítið mikið uppáhaldslag hjá mér í gegnum tíðina og það er kannski það fyrsta lagi sem ég lærði að spila gítar. Já, ég ætla að taka það á laugardaginn. það er hérna It's Too Late með Kings. It's too late, much too late. You said I was good, but you said I'm much too late. It's too late, much too late. You said I was good, but you said I'm much too late. Ég byrjaði þegar ég var 17 ára gamall svona að spila reglulega. En fyrsta skipti sem ég spilaði fyrir dansi var þegar ég var 12 ára gamall. Já. Borgarfirði. Máttur þú fara á ballið það? Já, við vorum allir 12 ára og við fengum undan þá. Það var svo merkilegt að við skildum kunna 2-3 lög. Og við fengum að spila þessi 2-3 lög á milli þess sem að harmoníkur menn spiluðu þegar ég er að alast upp á Borgarfirði þá er náttúrulega ekki mjög mikið svokallaða afþreyingu eins og hún heitir í dag. Við vorum í fótbolta og við vorum að leika okkur í fjöru og við sjóin en það var nokkið alltaf hægt að vera þar, sérstaklega ekki þegar það var vont veður. Og ég held að þetta sé bara svona sjálfsprottin aðferð til þess að búa sér til tónstundir. Stytta sér stundir? Já. Og maður sá það náttúrulega fljótt líka að eftir því sem að maður lærði meira þeim meira vissi maður hvað maður kunni lítið og vissi lítið og maður var svo margt sem maður var hægt að sækja í tónlist. Já, startaðan drengur, þetta gengur ekki lengur, þó hann eignir skýt með það. Ég vil nú meina það að til dæmis Helgi heitinn Eyjólfsson hafi verið einhver mesti harmoníkuleikari sem að minnst hér austanlands. Hann var séni í tónlist. Honum var alveg sama hvað tóntegundin hét sem hann spilaði í til dæmis. Skipti hann ekki nokkur máli og ég man eftir því smá bóli á balli einhvern veginn á Borgarfirði ég var nú ekki verið stór. Þetta var á sjómannadagsballi man ég og þetta var lagið sem að Amorella kom út og það var nýbúið að spila það nokkuð sem í útvarpinu en Helgi var aldrei búinn að heyra það og ég man eftir því að þeir stóðu þarna tveir og sungu þetta fyrir hann og hann spilaði jafnóður. Þetta var mjög merkilegt. Já, startaðan drengur, þetta gengur ekki lengur, þó hann eignir skýt með það. Þú lærið fyrst á gítar? Já, ég lærði í rauninni, ég átti heima í Kópavogi einn vetur og ég fór í 8 tíma í gítarleik til Skafta Ólafssonar. Já, þú ert svo. Ég er svo fórframmaður. Já. Ég man eftir, ég lærði minnst 3 hljóma hjá honum. Já, og fyrir það því enn? Já, ég er að kann þá enn. Svo fyrir yfir í bassann?
Já, svo fer ég var í rauninni settur á bassa hérna á sínum tíma, það vantaði bassaleikara og pröfaði svo hljómborðið einn vetur en Já, var það því að vantaði þá hljómborðsleikara? Já, það var að því sko. en hérna, svo fór ég eftir yfir á bassan. Mér finnst ég nú alltaf vera svolítið heima það sko. Getur ekki rippið í raun í flest hljómborði? Ég reyndar fyrsta diskin sem ég gaf út, ég gaf út svona sólodisk 95 tilefni af fertugsafmælinu mínu og þá spilaði ég á öll hljóðfæri nema trommur og saxofón og klarinett og svona stótt. Kannski ein vinsælasta og þekktasta hljómsveit sem þú varst í Völundur. Já. Þið hafðu nú áhuga því að kannski að taka bæði landið og miðin og fara jafnvel til annarra landa. Þið komust aldrei með á Norðurlönd og til Hornafjarðar hinum megin? Nei, það var óheimið mikið að gera og ég reyndar, við komumst einu sinni til Færeyja, við vorum svo frægir og við vorum svo frægir sko, við spiluðum í Hánaklúbbanum í Færeyjum 76 og Bay City Rollers var að spila hérna helgin og undan okkur, þannig að þetta var nú náttúrulega flott sko. En ástæðan fyrir að þið fóruð ekki lengra var einfaldlega svo að þið hafðu svo mikið að gera, það var ekki tími til þess? Já, við vorum náttúrulega allir í fullri vinnu með og hérna þó að sumum finnist nú kannski að þetta tónlistarbröll gengi fyrir hjá okkur, þá held ég að við höfum allir mætt okkar að þetta vinnu og þetta náttúrulega, þetta var mikil vinna sko, það er kannski ástæðan fyrir því hvað Völundur náði mikil til fótfestu að það var eitt fríkvöld í viku hjá okkur á mánudagskvöld. Við erum að spila hérna í rauninni á alveg fast á einu balli á ári sem Suður Skaftártungu. Við erum að spila á réttaballi þar síðan 1995 og þar eins og maður komið sko aftur í þennan tíma sem að þú veist, þar dansa allir allt og það skiptir engu máli, þú veist, maður blandar bara tónlistinni en það dansa allir við allt og þarna dansa krakkarnir gamldansana og það er svona fullorðna fólkið allt sem að þau eru að gera, þetta er svona þetta var sko. Það er bara að þú taka þetta. Já, ég að syngja lagið þetta. Mátt alveg. Já, ég skal syngja. 45 ár í þessum bransa og þú ert enn að. Hvað er það sem heldur manni svona lengi við eftir? Það er, held ég, félagsskapurinn og tónlistin. Það eru forréttindi að fá að gera það sem manni finnst skemmtilegt. Og svo er náttúrulega, ég hef allavega í gegnum tíðina verið óskaplega heppinn með samstarfsfólk í þessari vinnu. Og bara svona sem dæmi, núna við erum með nefndina í gangi. Við erum 5 þar og það hafi ekki orðið breytingar þar í 8 ár. Ég skal þig finna sem bæinn lífið frá mér. Ég skal þig finna og framast ekki ég aldrei ger. Ég var 60 í vetur og hérna það hentaði nú kannski ekki mikið að hóa mönnum saman hérna í byrjun mars og hérna þannig að það var ákveðið að skoða þetta svona þegar voraði. Og nú ætlar að bjóða til tónlistarveislu í þinni heimabyggð? Já, við ætlum að bjóða til tónlistarveislu á laugardagskvöldi og það er bara opið hús og við reiknum með að byrja svona einhvern tímann upp úr 8:30 sem Borgarfirði eystra. Allir velkomnir? Allir velkomnir. Meðan húsrými leyfir? Já. Og þess vegna lengur, það er þröngt með að sáttir sitja og við ætlum að vona með ekkert ósáttir þannig. Og þessi tónlist sem við bjóðum upp á þarna laugardagskvöldi, þetta eru kannski að megninu til tónlist sem er eftir mig, en samt eru þarna innan svona coverlög sem
sem að mér þykir svona kannski vænni með önnur lög, ekkert endilega bestu lögin en eitthvað svona sem að hérna á svona situr svona einhverja sérstakar minningar í hugan. Því mitt hjarta lokað læst og hefur það berning mín, sökkan aftur leiðir mig til þín. Ég skal þig finna sem daginn eftir ýtum frá mér. Ég skal þig finna og gamalt eftir ég aldrei ger. Ég skal þig finna sem daginn eftir ýtum frá mér. Ég skal þig finna og gamalt eftir ég aldrei ger.